Já, sportáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi aðeins að leikkvöldsins Vestmanna Albjón sigruðu Burnley 4-0 en nógum það við förum í ennþá massara sport og já, það fitness og línuna komin hann engin annar en Teitur Arason sem að vann þrefalt helginni í bikarkeppninni. Heill og sæll félagi. Sæll og blessaður. Hvernig hefur það? Herðu, bara rosalega bara ánægður og sáttur. Já, herðu, kannski að þér sjálfunu, þú vinnur núna helgina, þú kepptir í úlingaflokki og 8. flokki og sigraði báða flokkana og varst þannig heilda sigurvegari. Þetta ekki fyrsta mótið þitt eða hvað? Nei, alls ekki, þetta 5. mótið. Byrjaði að keppa 2013, tók þar bikarmót og endaði í 5. sæti af 11 manna hópi. Já. Tók síðan þá bara 1 ár í uppbyggingu og keppti aftur árið setna á bikarmóti 2014, tók þar annað sæti og gerði það sama og keppti 2015 á bikarmótinu og endaði í 3. sæti. Þannig að það reif maður vel í gang og maður gaf allt í botn, tók Íslandsmóti núna í apríl og tók annað sæti þar, þannig að maður kominn eðlitis, maður alltaf rétt hjá toppnum sko. Já. Þannig ég bara, já, það var allt í botn, hefur ekki mist af æfingu allt árið og það greinilega skilaði sér. Þú segir 5. skipti, hvað ertu gamall? Ég 23 ára. 23 ára og þannig að þú hefur fljótt tekið ákvörðun að þetta væri sportið sem þú vildi vera í? Já, ég hef verið nú í íþróttum bara frá 5 ára aldri, þannig að ég hef alltaf þurft að hafa einhvað til að keppi. Ég keppti nokkur ár í fótbolta þegar ég var yngri, svo keppti ég 6 ár í körfu, 3 ár í sundi og hætti því og hélt áfram bara í ræktinni og hélt bara eiginlega heldi mér alveg í ræktina og stuttu setna ákvæði bara ég þyrfti að hafa einhver til að keppi í og veist, það var alltaf svolítið gaman að þessu, þannig að ég ákvæði að slá til í það. Og já, í þessum 3 sportum sem varst í, já, fyrir hvaða félög varst að keppa eins og í körfu og fótbolta og sundi? Það var alltaf ég uppalinn Skagamaður og bjó alltaf upp á Skaga bara fyrir 2 árum þegar ég flutti í bæinn og á milli það núna. Það Nákvæmlega. En já, þannig að þetta hefur verið mikill lettir hjá þér að vinna helgina. Það búið að mikil samkeppni núna. Já, Ingi Sveinn Birgisson sem kom sterkur inn í fyrra á já, það búið heilmikil keppni á milli ykkar núna síðast árið. Jú, það passar. Það aðalkeppnin heitirinn. Já, þannig að þeir lítur að hafa verið mikil létt að vinna hann þarna núna. Jú, þetta ætli það ekki, maður stendur svo sem að því að vinna aðal keppinautin og maður gerir alltaf sitt besta og bara vonar að það dugi sko og svo sem varður raunin, þannig að það bara maður ánægður með það. Já, nákvæmlega. En ef maður fer yfir sportið sjálft fyrir þá sem ekki vita almennilega, fitnessið, þetta nú ertu eins og segir sem að þú ert með grunni, körfubolta, fótbolta og sundi. Hvað svona, öðruvísi í fitness heldur en öðru sporti? Sko, það sem svona þetta fyrst í þetta náttúrulega allt annað batteri. Hitt hópíþrótt og bara tímsport, en þetta gjörsamlega, þú ert bara þú á æfingunum. Ég æfi ekki undir þjálfara og því sé nú hef alltaf haft hann Konráð Val Gíslason sem svona ráðgjafa og hann hefur tekið mig alltaf í mælingar reglulega og tekið status á mér og veitt mér ráðgjöf ef ég þarf. Og þetta svona, það aðalmunurinn. Ég man þegar ég var í körfunni og þá var alltaf planið bara að verða bestur, verða Jordan eiginlega. Já, nákvæmlega. Og maður mætti á aukaæfingarnar en hinir kannski mættu ekki, það var svona svolítið fúlt og ef maður var í hópíþrótta sem aðrir sýndu kannski ekki jafn mikið metnað í eitthvað að ná árangri, þá dróð það svolítið á þig og þína frammistöðu, þannig að þetta sport sem þú getur alveg gjörsamlega bara heltir í og þú uppskerir alveg það sem þú sáir sko. Og já, það það ekki kolvitlaus mynd sem að sumir setja á þetta, þeir halda alltaf að menn séu bara í tómu rugli í sportinu.
það með það sem búið að koma hérna fram í sportættinu, þá það kolvitlaust. Jú, það er mikið af fordómum í þessu. Það alveg, það dagsljós, sko, og ég tók nú íþróttafræði í HR, kláraði BS gráðu þar. Það sem það eiginlega bara íþróttafólk nefnilega, og maður svona byrjaði á, maður þurfti svolítið svona að kynna fólk fyrir hvað þetta snerist virkilega og á svona leið að fólk, svona allavega flestir sjá það, þá svona opnað augun aðeins betur og svona takir svo kannski aðeins alvarlega. Það mikið af fordómum allavega í gangi, það er klart. En kannski eitt af því hluta sem erfitt að vera í þessu sporti líkt og í öðrum einstaklings íþróttum, það væntanlega það ekki að þetta snýst mjög mikið það ekki markaðssetningu og reyna að láta styrkja sig það ekki til þess að ná árangri. Jú, að vissu leyti, þetta mjög dýrt, sko. Þetta mataræði, bara fæðubótarefni og hvað sem það að það eitt stærsti hluturinn af þessu og með þeim verið mataræði, þetta íþrótt sem sko 24/7. Það bara hver einasta máltíð hefur áhrif á frammistöðuna, þannig að það að borða eins og svo sem allir missamlega í mataræðin, en að borða bara kjúkling, fisk, kjöt alla daga, það telur svolítið á budduna, þannig að það gott að hafa styrktaræðilega í því og halv nauðsynlegt eiginlega, og eins hef ég alltaf verið styrktir af Perform.is fæðubótarefna versluninni og það alls ekki, það bara ómetanlegt, sko. Já, nákvæmlega. Það spár manni gríðarlega. Ég fæ hérna spurningu, hvað málið með, við förum inn í pósunar og alltaf innan skams þegar það margt að huga að í hver skipt sem við ferðum upp á svið, en það eitt sem spyr hérna, hvað málið með brúnkuspreyið? Brúnkuspreyið? Það klassísk spurning. Já. Það ef þú stendur upp á sviðinu og bara ekki með neitt, bara venjulegur, bara hvítur, þá lýsingin það sterk að sko allar línur, allar rákir sem þú búin að vinna bara hörðum höndum að fá, það hverfa. Þú eiginlega svolítið eins og bara standandi endurskinsmerki þarna. Það bara glampar allt frá þér. Það með því að setja brúnkusprautu eða bara brúnkuna á, þá dekkistu og þá sjást allar rákirnar miklu betur upp á sviði. Annars færði náttúrulega bara ábyrgt í augun að sjá bara hvítan kropparna upp á sviði. Já, nákvæmlega. Þegar lýsingin það sterk. Þetta var nú bara stutt og lag og skýring á þessu, en þegar þú að koma upp á svið, það margt að huga að sem að almennu áhorfandi kannski áttar sig ekki á og bara kannski til þess að byrja með, það snýst allt það ekki bara hvernig þú sýnir vöðvana og líka útgeislun og fleira, það ekki? Jú, klálega, það eiginlega bara eitt af mikilvægast. Það margir sem hafa sko verið með kannski besta hafa verið efnilegastir en ekki kunna að bera sig á sviðinu, þannig að þeir vinna ekki, þannig að sem mjög svekkjandi, þannig að það skiptir öllu máli sem sagt var þetta pósur annað að kunna negla þær og það fer heilmikil æfing í þær og eins og kannski flestir halda þetta bara það ekki bara vöðuna aðeins, þetta rosalegt túl og þetta mjög mikil tækni í að ná öllu eins og á að vera, spenna kálvana á sama tíma og spennir aftanverðslærið, en það kannski í raun í bakpósina sem þú ert að spenna tvíðan og bakið og fletja það út á sama tíma og heldur jafnvægi, þannig að þetta aðeins meira en bara segja það. Ég fæ bara hasperur og sína drátt bara að heyra þetta, sko. Já, þetta allt á tímabilið sem þú ert hvað þreyttastur og með minnstu orkuna eiginlega í vöðunum, þannig sé. Nákvæmlega. En svona með framhaldi á þér, nú ertu bikarmeistari og það býður það ekki upp á rosalega mikla möguleika upp á framhaldi í þér? Jú, það opnar ákveðnar keppnisrétti í útlöndum sem ég svona að vega og meta núna og svona að leggja línurnar bara fyrir framtíðina núna. Ekkert neitt ákveð, en svona ég held alltaf sama striki, maður leiði sér smá bara gott að éta þarna á keppnisdag og daginn eftir, en núna í dag ég búinn að vera bara, núna mánudagur og það bara sami pakki, það bara grjótur æfing á þann og
og gott mataræði, skipulagt mataræði. Það bara sama gamla rútínan. Já, hann að þú hefur ekkert farið beint núna bara og keyptir bland í poka fyrir 10 skall? Alls ekki. Þetta maður þrýst í rútíninni, það er gera slutinu. Nákvæmlega. En já, það má segja það, já, þið, eins og þeir eru kallaðir úlingar, þú og Ingi Sveinn og já, þið sé að koma svolítið öflugir inn í þessa keppniskeppni núna síðustu 2 árin. Já, það er gaman að heyra, en já, það er svona, úlingarnir hafa víst verið að svona allavega hér á landi, byrjaði svona að taka svona ná ágætis árangur allavega, þannig að þetta er svona aðeins að stakka. Já. Þannig að sem bendir bara til bjartrar framtíðar í sportinu, sem er jákvætt. Nákvæmlega. Teitur Arason, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangið sem allra best. Þú býður upp á, það ekki þjálfun, sér maður hérna á Facebook? Jú, ég er starfandi einkaþjálfari í World-Class og aðalega Laugum, en líka Smáralindin á mótnana. Ok. Þannig að það er bara, það má endilega henda á mig message ef einhver hefur á það, hann er örfá plásslaus eins og er. Þannig að já, það er bara takk sem er leiðis fyrir viðtali, það var bara gaman að heyra þér. Já, bestu þakkir og gangið sem allra best. Takk kærlega. Takk svo leiðis, bæsar. Já, hörku keppni sem haldin var helgina í Háskólabíó, en þar sem að 100 keppendur stigu á svið og þessu sinni fór mótið fram á einum degi sem gekk fram á vonum og ekki síst í ljósi fjölda keppanda, en þeir voru margir keppendur sem fóru prósent af sviðinu og fjölmargir nýju keppendur stigu fyrsta skipti á svið og sérlega ánægilegt var að sjá þær framfarið sem sumir keppendur sýndu á milli móta, en úrslit og fleira er hægt að finna inn á fitness.is. En Teitur Arason sem var hér viðmælandi, hann keppti bæði í úlingaflokki og 8. flokki í fitness karla og sigraði báða flokkana og varð einni heildasigur í fitness karla, og svo var það Una Margrét Heimisdóttir sem að sigraði í fitnessflokki kvenna og Ársún Ösp Vilmundadóttir sem sigraði úlingaflokk fitness kvenna, og það er Hafdís Björk Kristnur og Una Margrét sigruðu sína hæðaflokka. Og það er þetta nálgast þetta inn á fitness.is. En nóg það í bili, við ætlum að fara næst í körfuknattleik aftur og svo ætlum við að fara í crossfit eftir það. Fara ekki langt, sportátturinn með ykkur hérna til klukkan 11.